Skipta skoðanir mínir einhvern mál. Mér finnst það svo ótrúlega mikilvægt. Legðu þitt að mörgum til að gera beðið betri stað. Ég þetta það sem Guðmundur Ebenezer, forstjóri Livekeys og sálfræðingur. Velkomin í 24/7. Takk kærlega, gaman að vera hérna. Já, gaman að fá þig og ég sé að gera mjög flotta hluti í gegnum LinkedIn og Instagram og fleira og mjög flotta hluti sem að gera og mér langaði svona til að... Ég verð nú að leiðra eftir Instagram, það lítur nú ekki mjög vel út. Ekki? Nei, en meira stríða. Ég held að þú sért nú mun sterkari þar. Það? Já, ég held að það er frekar flottu prófíl. Ég er ekki nóg dulur á Instagram. Sko. Nei, maður svo flott fólkin í Kiwi að hjálpa mér að gera svona flott efni, þannig að takk fyrir það. Ég ætla að taka þetta svona hrósi. Já. Og gaman að heyra en fyrsta sem ég ætlaði að spyrja það var botnaði þetta, geðheilsa er Geðheilsa er framtíðin. Svona fyrsta sem ég myndi geta sagt, eða fyrsta sem kom. Er það þá að tala að við þurfum að fara að setja það meira í forgang fyrir framtíðina? Já, ég held það einhvern veginn að við höfum vitað að það er mikilvægt og við höfum kannski ekki forgangsraði í takt við mikilvægið. Algjörlega, virðist samt vera að maður sé að heyra maður sé að heyra að aukinni bara vitundavakningu geðheilsu almennt sko, hvort sem það er bara fólk að opna sig meira það og fólk þorir að deila því og það er eðlilegur hlutur jafnvel að tilverunni sko og líka eins og með fyrirtæki, skilur mig, maður virðist vera að hlúa, maður virðist finna fyrir þessu að velta þessum þátti fyrir sér meira. Algjörlega, algjörlega sammála því að við erum orðið svona stór breyting í því að eldri fósturar og eru opnari fyrir því að vita af þessu efni og þannig að orðið mikil breyting en ég held samt að það bara ég held að sé bara þótt að sé búið að vera mikil breyting þá held ég bara að verði ennþá meiri breyting núna næstu árin og kannski áratuginn. Hvers konar breytingu eru að fara að sjá? Ég held til dæmis bara ég held að verði bara sjálfsagt að andleg heilsa og geðheilbrigði til dæmis bara hjá fyrirtækjum að þú mun nota orðið miklu meira. Það verður í strategíinni. Nú kom ég á þína skrifstofu og fyrsta sem ég gerði var að bjóða með kaffi sem var mjög flott. Það er eitthvað sem er mjög venjulegt í dag, það er kaffivél. Þannig ég held bara í beggi strategíu hjá fyrirtækjum, ráðningaferli, aðlúna starfsmönnum, andleg heilsa verði bara meiri talað og fólk sem er svona meðvitaða nálgan gagnvart því. Já. Algjörlega og líka hvað þetta er, held ég, fólk átti sjá hvað þetta er mikið return on investment af því að þú séðuröglega hann ég sá séð hann að well-being engagement svona hringurinn basically að þú líður vel í vinnunni og skuldbundi fyrirtæki eða helgaði fyrirtækinu og þá sýnir þú bestu frammistöðuna. Ef þér líður bara vel en ert ekki helgaður þá ertu bara til staðar en ert ekki afkastandi til fyrirtækisins. Og síðan getur þú verið helgaður og bara skuldbundin en þið líður ekki vel og hvað gerist það orðilegni burnout eða þú auku veikindanda. Þannig að með því að ýta undir það að einslingum líður vel í vinnunni og séu helgaðir í vinnunni að því betri frammeista og því betri í rauninni return on investment í peningum þá ef fyrirtæki að hugsa peninga skilur á endanum, þannig að það ætti verður bara svo mikið common sense. Já, einmitt, ég er alveg sammála því og líka bara breyting í atvinnulífinu, við erum að fara frá Ford Factory þar sem atvinnulífi var aðeins öðruvísi og núna nýja atvinnulífi það er þekking á vinnustað, það er nýsköpun og business development og það er að finna lausnir á vandamálum og til að fólk geti gert það þá einhvern veginn þá er þetta eins og þú segir hvað kallar það helgun
helgun rosalega mikilvæg og það hvernig fólki líður með þessa hluti saman að þá er fólk á einhverju svæði þar sem að gæti fengi best út úr sjálfum sér og öðrum þannig að en léttar sagt en gert Já, hægur sagt gert, alveg klálega og margir þættir sem þarf að hafa í myndinni Þið hjá LifeKeys eru að vinna með svona stafrænar leiðir til þess að hjálpa bæði einstaklingum og fyrirtækjum það ekki að huga að andlegri heilsu Jú, einmitt þannig að það verið svona fókusin að skilja bæði fyrirtækin og starfi fyrirtækina og umfram allt hjálpa starfsmannum sem náttúrulega at the end of the day þá það fólk og fólk í vinnu eða skóla og svo bara snýst þetta hvaða leið best til að hjálpa fólki og við höfum valið að í gegnum aðlið eða stofnun best að hjálpa fólki en lausnin með að því að hjálpa fyrirtækjum að sjá í rauntíma hvernig fólki líður og hvernig fólki líður í rauntíma, hvernig staðan á starfsfólkinu þannig að þá getur það séða núna í fyrsta skipti hvernig raunverulega staðan sem mikilvægt að gera það vel og síðan við að bjóða starfsfólkinu og fólki hjálp varðandi andlega heilsu og það þá bæði gegnum prófanir að þú getur tekið próf og fengið feedback á hvernig þú liggur varðandi lífsgæði eða streitu og hvað sem það neikvætt eða jákvætt og líka síðan úrræði ok, ef að þú liggur þar, hvað úrræði best fyrir þig að gera hvað sem það námskeið setja upp eitthvað plan varðandi activity eða tala við sálfræðing eða allt í einu en þannig að það svona það sem við erum að fókusera á Þannig að þau eru bæði að það sé hægt að sjá bara heilsu og líðan starfsmanna í rauntíma og síðan að fara í gegnum með starfsfólk með ákveðnum kannski spurningalistum hvað þau eru staðsett og byggt af þeim spurningalistum og þeirra þörfum að þá eru þau með ákveðna leiði til að hjálpa þeim að eiga við það Einmitt, nákvæmlega og það sem aðeins svo nýtt og erfitt í þessu að fyrir fyrirtæki að geta séð ok, það margir þessi fyrirtæki sem þú veist, finna fyrir loneliness eða streitu eða þá sér maður það þannig en það þýðir ekki að þessi fyrirtækjun að kenna Nei. En það fínt að vita af því og kemur okkur í sálfræðinni mér og þér ekki óvart að margir í vinnuhóp eru með þunglyndi eða kvíða því hópurinn í vinnunni náttúrulega bara típist dæmi úr samfélaginu þannig að en þá fær vinnuveitendana að sjá það og svo vonandi að úrræðin það náttúrulega meiningin að úrræðin hjálpi fólki og fólk fá það betra og fara fyrr að vinna og hlúa að sjálfum sér Og svara þá spurninglistunum aftur eða hvernig virkar? Hann getur gert það og þá sérðu kannski einhverja datapunta einmitt og svo bara mikið og við erum alltaf mjög ánum með þessa lausn sem við erum með í dag og hún alltaf mjög svona innovative en svo alltaf erum við hundóana með mikið hundóana að því leiti að það er svo mikið spennandi að hægt að þróa og finna út veist, og það bara framtíðin hvað það raunverulega sem að hjálpa fólki og geta hjálpa svona fólki að sjá samhengi milli þess það sem að gera og hvernig það líður og að því eitthvað sem getur hjálpa þér hjálpa kannski ekki mér og öfugt að við reynum að skilja eins og finna mun á okkur og mismunandi hópum að þá get ég komið með tillögur sem passa þér aðeins betur alveg eins og í Netflix þá getur við valið bara að sjá hryllingsmynd þá getur líka fengið tillögumynd hryllingsmynd eftir því sem þú varst að reyta síðustu hryllingsmyndir þannig að og þá verður aðeins meira specific fyrir þig en já, það svona sem við erum upptekin að í framtíðin að betrum bæta alltaf tillögur úrræði fyrir fólk og eftirfylginina á þeim og það er mjög spennandi Svolítið svona bæði sko í því samhengi sko að hvað getur verið kannski veist, bæði
að skala þetta 100% skilur, af því að þú veist, þeir eru búin að skala þetta mjög svona eins vel og þið getur búin að skala þetta á þessum tímapunkti, getur skala þetta kannski meira, en síðan eru við svo ólík, skilur, svo talar þannig að líka inn í því er kannski erfiðar að skala það 100%, þetta er ekki jafn skala kannski aðri geirar. Nei, einmitt alveg sammála því og ég held að það sé bara fínt fyrir eins og fyrirtæki okkur að við höfum valið að leysa þetta vandamál og við vitum að við sem fyrirtæki, við erum að vaxa og gera það vel en við erum ekki unicorn. Nei. Við verðum ekki unicorn, kannski, og ef við verðum það þá var það allavega ekki planið. Vonandi finnum við þá leið að lausna að við getum orðið unicorn í framtíðinni, en það er mjög ólíklegt í þessum stuttatíma því það er margt sem þarf að leysa veist, í akkurat þessum geira, það er svo mikið sem við vitum ekki. Og svo eru fullt af vandamálum líka sem að verður að reyna að skilja. Við getum verið mjög góð úrræði fyrir einstakling sem fær að vita og finnur út að hann sé með þunglyndiseinkenni. Við getum verið með góðan sálfræðing og góð námskeið fyrir viðkomandi, en við sjáum að notkunin þeir sem eru með þunglyndi er aðeins lægri en þeir sem eru með kvíða. En það er náttúrulega einn af einkennunum að maður sé með vonleysi gagnvart úrræði, þannig að þá byrja maður ekki úrræðinu. Þannig að, og reyna að skilja það, hvað er þá hægt, hvernig getum við nálgast á ennþá betri úrræði fyrir þá sem eru með þunglyndiseinkenni til að hjálpa þeim að taka fyrsta skrefið að leita sér úrræða. Algjörlega. Þannig að og líka sko eins og við tölum áðan því kostnað, ég held að þunglyndi sé orðið helsta orsök vanvirknis í heiminum í dag, held ég. Já. Og maður heyrir svo mikið þú veist, með, þú veist, þunglynd og kvíða og einmanaleika og fleira í heimi að það sé alltaf aukast. Einmitt. Hvað, ég meina, það væri til að fá þitt sjónarhorn því, er það að aukast, þú veist, í heiminum, hefur sko eitthvað gögn á Íslandi og hvort við getum fullir það að sé að aukast eða bara hvort við séum að vera meðvitaðir, hvort við séum að mæla það meira, fattar hvert ég er að fara. Já. Einmitt, já, ég held að sé bæði, ég held að sé bæði að við erum aðeins svona meðvitaðir það og þunglindi og síðan held ég að, þú veist, allavega síðustu árum og þú veist, að það hefði orðið aukning, það er mikið sem gæti bent til þess að það sé aukning í þunglindi en að sama leyti erum við aðeins meðvitaðir það. Þannig að, en þetta er alveg rétt þetta er, og maður er alltaf að trúa því sko þetta sé stærsta ástæða þess að fólk sé ekki vinnu eða sem maður kallar vanvirkni og aðeins betra að mæla það núna. En þunglindi, til dæmis meðal þunglindi varir í 6 mánuði og fólk er að missa að meðaltali 5,5 tíma í viku í námi að vinnu vegna þunglindis eða semst afkastagetu og ert með þá 10% á vinnustæði í skóla sem er með þunglindi sem eru þá raunverulega tölur þá er það náttúrulega mikið sem tapast bæði fyrir einstaklingin og samfélagið og atvinnulífið þannig að því leyti kemur náttúrulega ekki óvart að þetta sé stærsti kostnaðarliðurinn. En rosa erfitt að mæla hann og sjá hann en fyrir utan það er náttúrulega fólk að vinna hérna og gott fyrir utan hjá okkur hérna stúdíóið að það sé 20 manns að vinna hjá Kiwi en þá væntanlega mynd frá tölfræðinni það eru 2 með þunglindi akkurat núna svo getur verið 2 nýjir á næsta ári Algjörlega, og maður spyrir sig sko að því að ég er svo mikill, að því ég kem náttúrulega á hinni hliðinni peningum með að forvinna, skilurðu, meira af því að, veist, ég oft ræði þetta þáttunum, ég held að geðheilbrigðiskostnaði fara 98% í meðferð stemskoðun og endurhæfingu, 2% í forvarnar og heilsueflingu og þegar maður horfir á þetta, skilurðu mig, maður er bara svona, já, maður skilur að, þú veist, þessi svona vandamál sem er aðkallandi að þurfa að sinna þeim sem velti ég fyrir mér hvort að við getum ekki tekið smá sjensa og lagt meiri þunga á einhverja leiðir og ég veit ég er að taka stórt vandamál og minnka niður bara pínlítið en einhverja leiðir til þess að
efla fólk og forvinna og gera bara fólk klár undir lífið, af því ég held að sé bara staðreynd að lífið bara fokk erfitt, sko. Og þú veist, þú munt það mun eitthvað bjáta á, sko. Og ef þú ert búin að byggja upp einhvern pínu grunn þá ertu allan ég veit að maður getur aldrei stjórnað hvað gerist og eitthvað svona, en þá er maður allan svona eins vel stakk í búin og maður mögulega getur. Einmitt. Ég er alveg sammála því og varandi svona bara frábært að þú að byrja sko á þeim enda og fókus á að fyrirbyggja. Ég er náttúrulega minn ferill búin að vera hinum megin og síðan ég að flytja mig núna yfir til þín eða síðslega ár út af því að það er leiðilegt að bara vera að vinna á hinum endanum í að taka móti vandamálinu og það er raunverulega vandamálið best að leysa með því að vera að fyrirbyggja. Þannig ég held að það sé mikilvægt líka bara að skoða hvernig hægt að fyrirbyggja best og það er ofta misskilningur að halda fyrirbygging að það sé svona, þú veist, það sé svona ást og koss og segja allt sé lægi og pössum okkur á að ekki erfitt. Nei. Það er ekki að fyrirbyggja. Það er einmitt eins og talar ég veit ekki íslenska þýðingun orðinu resilience. Þrautseigja. Að hafa meðvitað nálgun hvernig við erum að tala þrautseigju er rosalega mikilvægt. Eins og segir, lífið er erfitt. Við munum gangi gegnum erfiðleika. Og það er ekkert alltaf eins hlutinni gerast ekkert alltaf eins og við vonumst til. Nei. Þú kannski stenst ekki prófið í háskóla eða þú komst ekki inn í læknadeildina eða margt sem getur gerst. Íþróttamaðurinn sem skadar sig og hvernig við erum að díla við slíka áföll og það sem gerist er svo mikilvægt. Og varandi nýsköpunarfyrirtæki og þekkingafyrirtæki bara hvernig tölum við um growth mindset, hvernig getum við verið að fagna mistökum, skólakerfið og svona þegar við erum að alast upp er rosa mikill fókus á mistök eru slæm. Við erum að forðast mistök, rosalega slæmt að gera mistök. Þannig að það er kannski einn af mörgum hlutum sem geti verið fínt að breyta. Mistök geta verið hann góða ef það er réttur lærdómur með tekin. Þannig algjörlega, það er eins og talar að geðheilsa í framtíðin, sko. Og hvað inniheldur framtíðin? Framtíðin inniheldur breytingar og óvissu. Þú veist, hlutinni gerast á hraðari máta. Þannig að ef við tölum bara sálfræðilega þætti sem voru að hafa hreinu til að díla við framtíðina, myndi maður halda að væri, þrautseigja, þú veist, 100%, growth mindset, 100%, þú verður tilbúin til að fyrsta trúa því og getur bætt þig og tilbúin til að læra mistökum og fá endurgjöf frá öðrum og vera með einhvern mentor og fagna sigri annar og allt þetta. Síðan erum við að tala þætti eins og bara nýsköpun eða sköpunargáfa, alveg 100%. Ég meina, það eru ógeðslega mörg vandamál sem krefst sköpun að við þurfum að leysa. Samvinna, að vinna með öðru fólki, hjálpa okkur að komast að staðan sem við erum í dag, hjálpa okkur að takast á við áskorun framtíðinnar. Samskipti, þú veist, hvers konar samskipti, ég meina, stafræðin og venjulega, og það er bara full heimur og þú eru glátt að skoða, sko. Og meina, gagnrýnin hugsun, hversu mikið af upplýsingum, núna er spurningin ekki kannski að vita upplýsingar. Mikið af upplýsingum overload. Þannig að það eru alls konar svona þættir sem maður hefur svona áhuga á að efla bæði sjálfur sér og öðrum og til þess að maður sé bara klár undir framtíðina, eins og við talaðum um það áðan, sko. Og ég einhvern veginn lít líka á við erum að tala um andlega heilsu, ég lít á henni svona í fjórum vittum. Ég lærði það einhvern tímann að það er úr með eitthvað í þýðinu sem er mentally ill, sem er einhver prósta, ég meina, þú veist, 10-20% kannski. Skaðin skeður og alvarlegt þunglindi. Síðan eru komið með það sem kallast languishing, eða tregandi. Það þýðir bara, þú veist, eins og margir sem upplifði held í COVID, þú varst orkuminni, hafði minni hvatningu, minni svona tilgangur og svona ekki, þú veist, ekki andlega veikur, en þú varst svona bara svona svolítið svona þú veist einhver sóni sem varst ekki well-being, lífsgæðin voru ekki veldi há og purposein var ekki alveg þarna og smá vonleysi. Smá vonleysi, sko. Og þetta er mjög mikill, sko, hann spáir fyrir, ef þú ert languishing, hann spáir fyrir að þú myndi upplega verða andlega veikur
síðar síðan það bara að líða ágætlega vel bara að vera að fungera bara svona vel þú veist, það þriðji þátturinn sem fóru þátturinn, það bara að blómstra það bara að upplifa að lífi hafi bara massívan tilgang bara nursing og flow og allt þetta sko mér finnst oft heillandi að líta á andlegt heilbrigði út frá þessum vítum í staðinn fyrir að sé bara annarkvort að líða illa að líða vel. Einmitt, alveg rétt og ég held að sé oft bara stundum hugsum við svona á binary máta, stundum bara eitt eða annað en í raunveruleikin ekki slíkur. Rosa mikilvægt fyrir mig að hlúa minni andlegri heilsu og ég verð að hafa gott plan fyrir því, en það einmitt akkurat núna í lífinu, þá ég þarna í seinasta flokkinu sem þú varst að nefna ég verð að halda mér hérna rosalega hátt uppi, nursing, flooring hafa rosalega hátt sjálfstraust geta lært fljótt af mistökum, haft trú á mínum eigin hæfileikum og mikilvægt ég hafi plan til að halda mig þar þannig að það ekkert minna mikilvægt fyrir mig en einhver sem að reyna fyrirbyggja að lendi í verstu kategóriinni þannig alveg sammála því. Ég svolítið upptekinn af þetta, við erum í svona alveg í svona komin í sálfræðin að tala þessu sálfræði peraspjall sko ég svolítið upptekinn því að ég hef trölla trú á því að ég rannsakaði líka mastersnáminu að upplifa að þú hafir einhvern persónulegan tilgang talandi bara hæfni að eiga við framtíðan og komast yfir erfiðleika og svona ég ekkert frá því að mér finnst þetta mikilvægast eiginleiki til að hafa í lífinu af því hvað gerist þú hefur einhvern tilgang í fyrsta lagi þá ertu þáttur að komi eitthvað erfitt fyrir þá ertu samt með eitthvað til að grípa í það eitthvað í framtíðinni eða einhver stefna sem þú fylgja sem þú bara ég bara held áfram samt skilur þannig svo ég þú lesi Viktor Frankl í leiðinni til lífsins þú veist, hann ætlaði að var í Auschwitz hann ætlaði að gefa út bókina á sálfræðimeðferðina og hitta fjölskyldu og það kom honum í gegnum það og ég held að þessi gífurlega og líka þú upplifir að lífið sem er tilgang að þá ertu ólíklega þetta í pleasure eða stundarsælu sem getur verið misgóð skilur, ég get gefið mér stundarsælu að ég fæ mér bara pizza einu sinni eða eitthvað sem er bara fínt, þú veist, og partur á lífinu en sem getur bara verið að dæli mig áfengi eða eiturlyfjum eða óhóflegu magni af kynlífi eða, þú veist, klámi eða alls konar svona hlutum og ég held, og þetta svona ef við tökum bara pleasure líka hinvengilina þegar þú fer bara í partí og farið gott að borða og eitthvað svona, bara svona gaman stundar, eitthvað sem gefur gott í augnablikinu ég held að þú hafi tilgang að þá ertu ólíklega detta í of mikið pleasure, fattar hvert þér að fara og rosa erfitt að rannsaka þetta út af því að en ég held að sé mikið til í því að þú sést með svona tilhneigingar ef að heimsmyndin þín og belief system og ert með tilgang og þú ert að stefna einhverju það aðeins öðruvísi en þú ert með vonleysi og hefur kannski ekki og ert ekki með tilgang þá lókisett þá ekki að því bara dett í það það skiptir einhver máli á morgun veist, þannig að hvað eitthvað sem að gera morgun skilur þannig að ekki bara ný COVID og quarantine og eitthvað sem fallin bara í náminu og yfirmaður minn skilur mig ekki þannig að það make a sense bara að þetta í það þannig að það alveg rétt og ég held að þessar tilhneigingar geta hangið saman en ef þú ert með sterkan tilgang þá make ekkert sense að þetta í það þannig að þú ert að fara að vakna snemma morgun og þú ert að fara að vinna þessu rosalega mikilvæg vandamála sem þú vildi lausa eða vera saman með börnunniðinum eða besta vini eða fjölskyldu ömmugömlu að þar var tilgangurinn þannig að já, ég held að hangi mikið saman og reyna að skilja stundum með að fólk náttúrulega sækjast í þú veist, short term pleasure mikið og það verður vandamál reyna að skilja líka að make stundum sens fyrir einstaklingin hann ekki bara heimskur nei þannig það eitthvað sem og ég, sko, persónulega hef ég fundið fyrir þessu sjálfur þegar ég upplegað lífið sem mikið tilgang og bara hlutverkið mitt bara, ég bara að gjössalí florising sem hef ég alveg upplifað efasemdir og hvað fucking máli skiptir þetta og allt þetta og þegar maður á þeim stað þá maður miklu líklega til þetta í pleasure það 3 tíma PlayStation session af hverju ekki, skilur og það miklu meira kallar í mann, skilur þannig að ég algjörlega sammálaður en sem langar til að spyrja næst, hvað
að því að nú búið að vera mikil aukning í greiningum og svona skilur menna hér unnstið talar að fara frá 6 í 600 og síðustu 50-100 árum eða eitthvað svoleiðis. Hvað liggur línan með að maður með geðsjúkdóm og maður bara upp og maður eiga bara við krefjandi lífsaðstæður? Hvað þarf hvert að fara? Aðeins útdýpa. Já, hvenær þú veist lífi bara því að ég held að líði oft hjá einslingum sem að eiga við einhvers konar vandamál að þetta sé bara bara flækjustig í lífinu og það eitthvað sem partur á lífinu sem að gerast vaffist það og svo sért þunglindur. Já, meina bara hvort að eitthvað sé bara eðlileg afleiðing að þunglindiseinkenni eðlileg afleiðing þess að aðstæðna séu erfiðar. Já. Akkurat, já. Ég held að sé fínt stundum að skilja að til dæmis eins og átakasvæðum það mjög eðlilegt að hafa vonleysi og mjög eðlilegt og í stríði og missi börn eða maka eða auðvitað þá eðlilegt að þú sért með einkenni sem kannski líta út frá þessu þunglindi en við myndum ekki kalla það þunglindi út af því að svona í greiningakerfinu þá verðum við að taka tillit til aðstæðna að þá það algjörlega eðlilegt að það sé ákveðin tími þar sem þessi einkenni eru til staðar en ef þau verða þá fleiri ár eða meir og halvt ár oft svona þumar puttareglan og kemst ekki út úr því aftur þá byrjum við að segja að sé þunglindi þannig að en mikilvægt að taka aðstæðnar og svona reyna að meta þær hversu mikið þær geta útskýrt ástandið en auðvitað hengur þetta allt saman ég minna að þú ert með kærustu þú ert alltaf að rífast og ert leiður og sért með þunglindseinkenni og svo nýtt rifrildi í kvöld það náttúrulega verður ekki betra af því. Nei, nákvæmlega. Þannig að það gæti leitt til meira þunglindis sem leiði þá reynir meira til rifrildis næsta dag sem leiði þá til að þú verður það ennþá verið daginn eftir. Þannig að það getur orðið svona spírall með margt sko. Þannig að aðstæður rosa mikilvægar bæði að meta þær, koma sér ekki betri aðstæður. Það getur oft verið besta úrræðið fyrir fólk. Mér stundum gott sko að ég hjálpa kannski fólki með öðru sér áskorun í lífinu en hérna að greina, þú veist, sérstaklega ungu fólki bara þessi líf sem lífið skiptir máli þú veist, þessi aðstæður, þú veist, við erum að tala að þú eigir einhverja vini sem bara líður vel með og kannski einn náinn aðalega í lífinu þú sért hluti af einhverju networki sem þá vinna eða íþróttir eða whatever ásért með einhver áhugamál alveg klárlega og að þú sért í rauninni með að standa þig ágætlega á þessu félagslega sviði faglega sviði sem væri þá íþróttir að vinna og svona þessu persónulega sviði sem væri þá áhugamál að geta vel bætt heilsunni þar inn sko. Og oft einhvers staðar ekki að virka á þessum sviðum þegar fólki virðist ekki líða nógu vel. Já, það er alveg rétt og svo bara fólk rosa mismunandi sko, þegar ég nota okkar eiginlaust og til dæmis bara skori sem ég fæ tilbaka sem er fínt að reflektera lífsgæði, rosa hálífsgæði ég bara, og hugsa vel mig, æfi, borða rétt með stórt purpose en svo sá ég samt svona glipp það er þannig að ég á ekki kærustu og ég er ekki búin að hlúa nógu mikið af vinum og fjölskyldu þannig að út af því ég er svo fókus á það sem ég er að gera og þá er það eitthvað svona gæti verið mikilvægt fyrir mig að forgansa og breyta aðeins til dæmis eins og í gær þá nóg að gera á Íslandi en ég setti samt af tíma til að hitta einn af mínum betri æskuvinum og við fengum okkur hádegismat og það var mjög flott það hjálpaði ekki beint með fyrirtæki sem ég er að reka en það var mikilvægt fyrir mig þannig að ég held svona og það er allir, ég held að sé allir með eitthvað sem þeir þurfa svona aðeins að spá í þetta er gott fyrir mig sumir þurfa aðeins að bæta mataræði sumir þurfa
vera eins og minna við vinum Já, algjörlega. og finna hvað þau vilja gera mest með tíman sinn en svona, hérna, mér finnst mjög gaman að spá í þessu og ég held að allir eru með einhvern veginn plan fyrir sjálfan sig bara vera aðeins meðvitaðari það er bara, getur verið gulls í gildi Algjörlega og sem alveg fara raukur í því að tíminn sem þú varst að verja með vininum í hátíðinni sé að fara að skila þér inn í sem betri einstakling inn í starfinu basically. Já, það fara raukur í því það gætum fært raukur og svo bara passa sig á sko, ég þekki náttúrulega mína sko minn hugsunátt, ég má passa mig samt sko á að svona þessum útilega terrorisme hugsunahætti að allt verður að meika fullkomlega rational sense þannig ég svona gæi og myndi segja Guðmundur, hvað tungumáli þú getur bætt við þig og getur talað automatist það sem ég myndi segja er kínversku að þið getur talað við flesta en ég elska ítölsku akkur notaði ekki fagurfræðilega ástæði fyrir því þannig að fólk eins og ég við verum líka af okkur í stundum bara fínt að gera hluti að því að gaman það þarf ekkert að vera útkoma nauðsynlega en ég gæti, mín tilnæðing gæti verið til að hitta vinn minn þá gæti ég orðið betri vinnunni en nei, það er ástæða það er nógu mikil ástæða bara að hitta vinn minn þannig en þetta er mín tilnæðing sko, ég þarf að finna oft svona rational útkomuna að því purposein er svo hár ég tengi harkalega við sko. að þurfa að gera allt sem hefur einhver tilgang sko. Já, við skammast mér hálfpartin því ég var að bæta við með tungumáli, ég valdi spænsku bætti við með tungumáli og læriði spænsku en ítalskan, miklu fallegri En hvað, kanntu nokkuð tungumál? Ekkert mikið en bara hérna, skandinavísku tungumál en bara langaði að tala annað tungumál og það var líka þú veist af hverju velum á spænsku og það er mikið talað Já, nákvæmlega Það er náttúrulega gaman að latinkultúr alltaf dreymt að læra ítölsku samt hvað gerir það ekki? Það þarf að gera næst? Já, ég held að, ég þyrfti að gera það þannig hérna þyrfti að gera Ég ætla að grýta það sem ekki við þannig það í allavega ákvörðunarferlinu þá þyrfti ég að geta fært mikið rök fyrir því að nota tíma þar sko en ég að læra nýtt Tutto bene Ítalinn er sexy maður Mér langaði að spyrja Mér langaði til að stoppa þáttina aðeins og þakka styrktaraðilum podcastins en Lavazza og Sumac eru trausti styrktaraðilar ásamt þeim sem ég nefndi í byrjun ásamt sportförum og Your Super og Lavazza er alvöru ítalsk kaffi hilki sem er umhverfisvæn kolefnisjöfnuð og passa í allar Nespresso vélar og ég er búin að vera að dæla þess í mig enda mikill kaffikall og ég mæli eindreið með kaffinu frá Lavazza enda eru að tala framúrskarandi ítölsk bragðgæði þar Sumac er náttúrulega bara langbesti veitingastæður á Íslandi ég er búin að vinna mikið með grillu lambarífunar undanfarið og ásamt því smakka sko grilluð kjúklingalæri fyrir náttúrulega alltaf í grilla ostursveppi og grillar halloumi líka það er mjög gott ég mæli með hummusin og flatbrauð og ef þú ert í ekstra góðum gýr þá ferðu náttúrulega bara í sjörétta matseðilinn sem er mese og tekur ég vel vínpöru með og ef þú vilt bara fagna einhverju eiga góða stund með vinum eða fjölskyldumeðlimum eða eiga bara í góðri upplifun í góðum anda sem jákvætt starfsfólk ríkir og góðum matur þá tikkar Sumac í öll þessi box og ef þú ert ekki búin að prófa að fara Sumac þá ættir að gera það og ég get sagt það að þú verður ekki svikin af því að þetta er sá allra besti staður sem þú getur fara á ef þú vilt fagna einhverju eða gera vel við þig og þína. Takk kærlega fyrir að hlusta og ef þið eru í stuði þá með ég fara á YouTube og subscribe á podcast-appinu og gefa mér einhvern og followa mig á Spotify. Annars bara þakka ég ykkur kærlega fyrir að hlusta af því að án ykkar þá væri engin þáttur þannig að ég verð alltaf fyrir miklum bara jákvæðan tilfinningum þegar ég hugsa út í það að þið séu að taka tíma frá ykkar degi í að hlusta og horfa á mig og ég er virkilega ánægður með það og það er heiður fyrir mig og takk einlega fyrir að gefa ykkur tíma í að hlusta það sem gestirnir og ég höfum að segja. Takk hérlega. Hvaða bók hefur haft mest áhrif á þig og hvað lærðir af henni?
hvað bók mest áhrif á mig ég held raunni ég lifi, hefur heyrt hana? Ég lifi? Já. Nei? Hvort að höfundurinn hvort það sé Martin Gray ég lifi með Martin Gray, þú getur googla bara svo ég segi ekki að segja vitleysu en já, ég held ég að lesa hann sem bara táningur er ég að segja rétt? Ég lifi, já. Martin Gray. Já, fjallar semst, hann seinni heimsstyrjöldinni, hann er þar í agalum ástæðum og er að tala mikið sko survival, þar er hann mjög opinn hvernig hann hegðaði sér undir þessum aðstæðum til að lifa og ég man bara þegar maður lasa þetta sem táningu bara þannig að hvernig hann skrifaði það var náttúrulega hann var líka opinn hluti sem hann gerði sem hann ekki stoltur af en hann gerði það til að lifa af þannig ég held að svona bara ég held að það hefur bara svona haft svolítið svona áhrif á skilja þjáningar annara og svona það sem er gest á þeim tímapunkti þannig ég held að já, þannig að svo bók og svo hef ég á nefni eitthvað Whom the Bell Tolls eftir Hemingway, er nú mjög gaman að henni Hvað er hún? Hvað sér þið? Hvað er hún? Það er nú smá svona nei, bara ævintýramaður Hemingway og tók þátt í hann náttúrulega var litið mikið upp til hans hann náttúrulega tók þátt í spænsku borgarastyrjöldinni og var með sósíalistum og skrifaði svona eins novels það, hans reynslu þannig að bara skemmtilega að skrifa bók á þeim tíma en annars les ég ekki fagurbókmenntir í dag það verður að gagnast það verður að gagnast þannig að meira svona lesa þá eitthvað sem ég get lært af lesi mikið bara með innovation, strategíur svona sem business strategíur fólk sem náðu að leysa ákveðum vandamál og reyna svona samkaða mér svona bókum þau efni já, þannig algjörlega, það verður alltaf að hafa einhvern sens ég ætla það sem ég veit hvað ég tek með mér persónulega úr þessu samtali, það verður að gera eitthvað meira já, en ég veit að þú náttúrulega, ég er hérna hjá þér en nú er ég spenntur, eitthvað sem þú vilt deila síðan þú hlóst svo mikið að það sem ég sagði, ertu sjálfur svona? Já, ég er bara algjörlega svona sko ég er bara ég plana allt út frá því að verður að hafa einhvern tilgang og en ég er orðin betri í því að vera ekki svona boksaði basically og vera sveigjanlegur og þú veist ef mér langar ef mér er búin í mat og það er bara hambúrgar og bara fæ ég mér hambúrgar og skiptir ekki máli stóra samhenginu ef ég sef aðeins minna því ég með eða sef meira út af því ég er að hanga með eða ég er að vera tíma bara með vinum mínum þá er það bara allt í lagi já, þannig að ortu með svona filter að segja Beggi, þetta er allt í lagi ég er ágætt já, þú þarft ekki að vera þarna að því að og líka bara ekki hvað ætti ég að gera heldur hvað langar mig að gera og oftast langar mig bara að vera að gera sem ég er að gera skilur mig en þegar ég er komin í það ég er bara því ég er að segja að ég ætti að vera að gera þetta en þá bara hvað langar maður að gera og þá bara leyfi ég mér að gera það sko þannig þetta er eitthvað sem ég mun þurfa að læra og aflæra og endurlæra bara held ég út lífið sko já, gaman að heyra við erum að svipa hvað þetta var þar hvaða ráð þegar þú fengi var þetta þína svona sérfræðikunnáttu sem er það magna að þú vilt deilaði með okkur eða það ömurlegt að þú þurfa að vara okkur við því Já, getur þú hjálpa mér sko hvað ráð ég geti gefið öðrum? Já, hvað ráð hefur þú fengið? Hef ég fengið? Það getur verið ráð sem þú fengið á einstaklinga og bók sem þú lesi og náminu eða Já, rétt Já Ég held já það er erfitt kannski að velja eitthvað eitt en ég held ég sé bara frekar lánsam að ég sé svona umkringdur svona fólki sem er mjög gott að gefa ráð við erum með mjög góða aðila bak við fyrirtækinu til dæmis sem hafa
sem hafa gefið góð ráð, sem hafa sjálfur byggt upp fyrirtæki og þeir sem hlúa að okkur og hjálpa okkur, Reynir Gíslason og Hákon Stefánsson, þeir gefa góð ráð varandi fyrirtækið og business strategíur og svo ég svona frekar duglegur að svona ég sé hver mjög góður ákvörnu og svo ekki feimi við að efna þetta kynna. Áðurinn ég kom var ég að tala við mann sem ég lít mikið upp til, Finnur Oddsson. Hann gaf mig góð ráð í dag. Þannig að það ákveðin ráð sem sátu svona hjá mér varandi það. Þannig að ég svona ófeimi við að svona ef það ákveðin aðalega sem ég sé þessu mjög sterkir ákveðin svæði og það getur orðið þannig að ég geti hjálpað þeim og öfugt að þá ég ekkert feimin við að taka móti ráðum og líka gefa það sjálfur. Þannig að stundum það þannig ef einhver gefur manni ráðum að fylgja þeim og þá sá aðli hann spyr þá mér ráð aðeins seinna líka. En fólk kannski spyr mig aðeins meiri svona ráða varandi persónuleg málefni eða eitthvað sem kemur upp á í lífinu og svoleið sko. Þannig já. Ertu þá, hefur fólk tilhneigingu til að tala við þig þannig málefni? Já, það oft þannig að svona, en það er bara flott, því ég er búin að starfa lengi sem sálfræðingur og en auðvitað náttúrulega líka mikið af nýjum frumkvölum og öðrum sem hafa mikið samband við mig og vilja fá ráð að fólk að fara að stað með ákveðin verkefni og þannig að ég er náttúrulega líka með fullt inbox og af fólki sem vill fá ráð. Þannig að svo reynir maður bara að síla út hver maður sjálfur heldur að sé virði að gefa ráð til. Þannig að og hvar maður hefur kannski nógu mikið í breytunum til að gefa ráð. Já, einmitt, og vera duglegur að segja líka, þú ert að spyrja með einhver sem ég geti eiginlega ekki gefið ráðum. Geti ekki list. Já, ég er sjálfur að reyna. Þannig að einhver myndi spyrja mig ráðvarandi að búa til framtíðalaust fyrir geðheilsu, fyrir fyrirtæki og starfsmenn og við erum að reyna að leysa það sjálf og gera það sem allir best. Þannig að, já. En ég held sér góður eiginleiki sem við talar áðan, sko, að sækja í einhvers konar, við getum kallaði mentor í einhverju mynd eða fólk sem hefur gert eitthvað sem þú hefur ekki gert og biðja hreinlega bara að hitta það, því ég hef gert það, ég hef gert það með Finn og Finnur er æðislegu maður og bara hefur alltaf tekið vel í mína fyrirspurnum til dæmis og hann er bara en helst í fórstjórn á landinu og að ég sé að fá okkur tíma með honum er svolítið hljóma bara svona absúrt fyrir mér sko. Það greiði hann nú minn allir að ringja hann. Ekki ringja, það er svona, þú leggir hónu greiða, en ég er bara að tala um að fólk er líka, ég held að fólk að því að sem sko því eldra sem hefur, því meiri ánægði dregur líka á að vera einhvers konar mentor að leggja upp tækifæri fyrir þá sem er að leitast eftir ráðum. Já, einmitt. Ég held líka fólk, sko, gott fólk er gott að meta það hvort þau er góð að gefa ráðin og líka farið eftir þeim. Veist, ef ég hef gefið ráð til einhvers og svo kemur við komum tilbaka biður ráð en fylgdi ekki fyrstu ráðunum þá varst ekki að eyða tímanum þar. Nei. En ég er alveg sammála því og þú veist að líka bara maður getur ekki verið að fá ráð það er mikilvægt líka svo sem er í boxararhringnum og nefaleikahringnum að þú getur ekki verið með 2-3 kvíslara. Nei. En þú kannski með einhvern konfidant og oft er það eins og í fyrirtæki þá ertu með co-founder eða einhvern svona sem er með þér í og sem þið eru þá að gefa hvort öðrum ráð þarna en svo er fínt stundum að hafa einhvern sem stendur aðeins fyrir utan þannig að það má ekki vera of mikið úr mismunandi áttum en maður verður dálítið að velja það stundum sko. Þannig að en stundum getur það verið ráðum mjög konkrétt eins og spyr hvað er besta bókin, hvað myndir mæla að lesa ef ég ætla og held þessi ráð og leita svörum að það sé bara frábært, þess vegna verður við betri stundum er þetta að segja ráð bara með að googla og við erum alltaf með þannig lausn að við erum að gefa fólki ráð þú tekur próf, þú skoraði þetta við ætlum að gefa ráðum að taka þetta námskeið tala við þennan sálfræðing
gerðu þetta activity að því að við sýnt því það hefur verið best fyrir þá sem liggja á þessu vandamáli þannig að því leyti er náttúrulega ráð svona rosalega mikilvæg þannig að þetta getur bara komið mismunandi áttum annarkvort á Google en þú getur ekki alltaf treyst ráðinu þar nei. þannig og síðan höfum við þessa tilhneigingu sko að ákveða sjálf hvað við gerum og hvernig við gerum það já, bias filter sko já, upp á innri hvatningunum líka já og svo stundum erfitt einmitt með það sko stundum viltu líka gefa ráð og þú veist að viðkomandi vill ekki heyra já þannig að það er erfitt já, þú vilt grípa inn í og ert með einhverja lausn í hausnum og já, viðkomandi, hann er ekki þar nei og það er rosalega erfitt stundum og það er bara eins og erfiðast í sálfræðinni sko og því með ákveðnum ferlum út með sko aðla sem er með vandamál þú sér það, veist að því en viðkomandi veit ekki að því það er kannski þessi típiski klíent ekki típiski klíent en sá sem klíent sem kemur til sálfræðitíma er sem hefur með vandamál veit ekki að því, er ekki með innsæi hann kemur og segir kona mín segir ég drekk illa sem er algjörð þvæla, það er ekki rétt en hún segir ég hætti ekki að drekka og tala við sálfræðing þá er hún farin frá mér hér er ég, getur þú hjálpa mér er viðkomandi með innsæi? Nei á við þá að fara að gefa ráð til viðkomandi hvernig hann á að hætta að drekka? Nei þá er að dvelja eins við þannig að svona ok, þá er best að segja já meiri vitlis ég á konunni vill þú meina þú drekkir hversu mikið að lítið drekkur já, 2-3 bjóri í viku og ég segi, já, það heyrðist nú ekki mikið út það er svipað á ég svo kannski er það rétt eða ránt kemur til næsta tíma, já, hvernig var síðasta vika já, ég drakk aðeins meira nú, hvað er meira já, 3 kippur og 2 já, reynist ekki rétt sem hann sagði þá erum við með eitthvað útgangspunkt í að hjálpa fyrst að vinna innsæðinu. Oft vinnst ekki veldig mikið með að gefa ráð, herri, þú er að breytast þessu ef að viðkomandi er ekki með innsæði. Þannig að verða hjálpa fólki með að átta sig á fá innsæði í vandamálið. Það getur verið erfitt. Þannig þannig að svo sér maður, þú veist, þannig og ef þú varst með innsæði, áttaði sinna vandamálinu, þá er næsti liður motivation. Það er tvennt ótengt. Þannig að og fólk á rétt að fá innsæði við vandamálið en vera ekki mótiður að gera eitthvað með það. Þú getur verið með offetan sjúkling sem veit síðan að því hann er með offetu en vil ekki gera eitthvað með það. Maður verður stundum að virða það fólk sem er þunglindi að búa átt að sjá því með innsæði. Það er ekki alveg mótiður til að fara af stað með að vinna með það. Þannig já, gaman að spá í ráðum hvar, þú veist, í hvað kategóri ertu að gefa ráðin? Algjörlega og sérstaklega eins og margir sem gefa kannski, veist, að ég held að einmitt að góður sálfræðingur gefi, býði með ráðin alveg mjög nokkuð tíma, Einmitt. Þú veist, fyrst að gefa einslingum innsæði og maður sjálfur, að sálfræðingurinn fái innsæði, skilurðu, upp á það því að, þú veist, hvað veit ég hvað ráð virka fyrir þig þegar þú veist það ekki eins og sjálfur hvort eigað. Akkurat, alveg rétt og það er sem kannski þegar maður vann mikið sem sálfræðingur og fólk var pirrað yfir einhverju, bara segðu mig hvað ég á að gera en maður má ekki gera Nei. Þannig að ekki nema fólk sé komið rosa langt með insight, motivation sé byrja fyrsta insight, vandamál, skilja vandamálið sem getur verið flókið rosa flókið, þú ert með eitthvað frá lífinu og með einhverja reynslu og eitthvað í eitthvað in the baggage skilja vandamáli, hvernig það er motivation, finna síðan plan síðan búin að vinna í planinu þá er einhver útkoma þar getur þú svona byrjað að vera með meira aktíf ráð þannig algjörlega en svona mistök sem maður kannski gert sem sálfræðingur stundum áður fyrr, maður var lengi í þessu er að hoppa og fljótt í ráð þannig að bara þegar það er ekki tímabært
Algjörlega. Það er það fyrst sem ég segi fólki því ég fæ fólk til minni í þjálfunarsálfræði tíma bara. Ég segi þrennt og eitt af því ég er ekki ráðgjafi. Þannig að ég er aldrei að fara að segja þér nákvæmlega hvað átt að gera eða hvernig átt að gera en það getur vel verið í kasti og borðið þetta virka fyrir suma, þetta verkfæri sýnist að hafa góða raun við þessu og aðilar í suma aðstofum og þú þeir hafa gert þetta og það virka vel fyrir þau en síðan bara getur látt að borðu það þú ert ekki að gera þetta mínu vegna þú tekur á borðinu og vilt gera þetta skilur að því ég hugsa líka þá og vinni minnsling ef hann ákveður sjálfur hvað hann að gera og hvernig hann að gera það og fer eftir sínum eigin ráðum basically og fær hjálp við það að þá getur hann unnið sigur á því sem hann var að koma til mig með þá er sigurinn hans ef þetta ráð virkar ekki fyrir hann sem hann ákvað að gera þá stendur hann aldrei að fella með því en ef ég var að koma að ná og einhvern veginn að spjalla ég myndi strax að hann gera ráð hann myndi fylgja því, hann myndi virka sigurinn væri svona aðeins meira minn en ekki hans og ef þetta myndi ekki virka myndi það vera djúsir hálfviti sem beggjum mér hvað hann segir mér að gera þetta Það er alveg, eignunin er rosa mikilvæg að fólk sé með eignun á ákvörðunni alveg eins og segir sko þessuna líka jafnvel stundum og vinna sem sálfræðingur að þú veist þú ert að beina fólki ákveðið en þú vilt algjörlega að fólk sem er rétt að það eigni sér árangurinn eigni sér breytinguna sem er mikilvægt af því þá færðu sjálfstraust og það gleði og svona, hvað myndi að kallast íslensku mastering tilfinningu að þú, leikni eða trú eigin getu trú eigin getu, einmitt bara, herðu, vá ég gerði þetta sjálfur ég fekk hérna ákveðna möguleika hjá Begga, ég valdi þetta ég gerði þetta svona, sem er alveg rétt af því þú ert að vinna sem sálfræðingur eða ráðgjafi þú segir þú sett ekki ráðgjafi en við erum ekki að gera vinnuna nei. Þannig að fólk þarf að lokum að gera vinnuna algjörlega alveg eins og þessu lausni okkur að þú getur tekið próf og námskeið að við erum að hjálpa þér að skilja því þú er að vinna vinnuna við erum bara að hjálpa þér að komast í gang og skilja hvað bestu leiðir er að fara og ég held að sé svo, þú talar trúin getu og svona að byrja þessa veg ég held að það þurfi svo lítið fyrir fólk að þú veist, þegar það gerir eitthvað þú veist, einmitt sem einhver einu og það finnur að það bætir sjálf og segja líf sitt eða nær að sigrast á okkur, eiguleikni og þá fyrir bara, vá, ég gæti þetta hvað er það næsta sem ég get gerst og mér finnst það þurfa svo lítið fyrir fólk til þess að fara í þennan spíral sko. Og líka bara fyrir yfirmenn líka að fá inn starfsmann sem er mikla hæfileika hvernig ætlar að halda áfram að hlúa því að hann hafi trúa eigin getu og hvernig getur að gefa feedback þannig að það haldi áfram og gefi honum verkefni og það verður að vera aðeins öðruvís en með litlu börnin það er dugleg maður getur ekki gert það en og þannig að trúa eigin getu að fá feedback, það er mikilvægt í þessari ferð hjá starfsfólki að fá feedback sem er þannig að ok, þetta var flott hjá mér, ég gera þetta rétt þannig að algjörlega, sammála því eða mættir einungis koma einu skilaboð og framfara út lífið til annar eins líka hver er þessu skilaboð? Það er erfið spurning eins og við tölum sko að fólk er svo mismunandi þannig að þá myndi ég en þá er þið svona alltaf ráðið að skilaboðin þau eru svo almenn að því að lögmál bara þannig að en alltaf við verðum að halda samræmi við það sem við verðum að tala að hlúa að geðheilsu sem mikilvægast sem þú gerir það er þá sem maður myndi segja til allra held að ef skilaboð til allra einstaklinga væri eitthvað þá væri að hlúa að geðheilsunni Hvað var það svona mjög fljótt í bragði svona talandum ekki að vera ráð hvað var það svona sem gefur góð raun varðandi að efla geðheilsu það er aðeins sem við tölum að hafa innsæi og það er erfitt stundum að vera með innsæi í vandamál sem maður sér að fólk veit ekki alltaf að það sé með ákveðu vandamál geðheilsa er aðeins öðruvíðari stundum er fólk með streit og veit ekki alveg að það er með streit þú kannski upplega sjálfur að stundum ertu gangi gegnum eitthvað og svo allt bara mér líður ekkert alltaf vel
svona seinna. Þannig að hjálpa fólki, þú veist, hjálpa fólki með innsæi í vandamáli eða möguleika á betrun. Þannig að aukin meðvitund hlúa þessum þætti. Þannig að ég held að það sé mikilvægt. Finna út hvað það er mikilvægt fyrir þig að vinna í og fá það innsæi. Algjörlega, og talar sko, því að það er erfitt að átta sig á því í miðjum stormunum fyrir fólk. Þess að talar maður sér það oft eftir á, skilur. Ég er bara búin að vera í smá stormi, skilur. En það er erfitt fyrir fólk að fá stundum með þetta innsæð og átta sig hvað er í gangi þegar maður er í gangi gegnum það. Já, og sér til dæmis sko, við erum með þessa lausn okkar. Ég sjálfur þegar við tökum þessi próf, það er alltaf eitthvað nýtt sem ég hugsa. Ég er bara, já, það er rétt. Ég svaf aðeins verið í síðustu viku og svo er bara svona, af hverju svaf ég verið í síðustu viku? Það var þetta þessu. Já. Þetta er svona, hvert einsta skipti að það einhvern veginn verður maður alltaf svona aðeins allavega, maður spyr sjálfan sig spurninga. Þannig erfitt. Ég er ekki innsæðin bara líka, það er kannski annað orðið líka bara meðvitund, þetta skilur, að vera meðvitaður þætti og vera forvitin svolítið, mér líður ekki nú vel í dag, mér líður ekki nú vel í dag, hvað var það í dag sem ég svaf í 6 tíma, heyrðu, ég byrjaði daginn á 3 kaffibóllum og ég var bara mjög stressaður og tens og ég andaði með munninum og ég var í konflikti, maður getur séð alls konar svo þætti sem, og bara þegar mér leiði vel, hvað var ég að gera? Já, það var bara að ég var á staðnum þar sem ég var þegar ég var þar. Ég var ekki að mikla áhyggjur og bara gekk vel og allt þetta. Ótrúlegt, og líka við vorum með sko litla rannsókn fyrir ákveðnu að fyrir með nemendur og segja bara hvernig þeim leið. Það var með rannsókn og síðan bara hvernig hringdu þér í. Þú veist, getur verið einhver í fjölskyldinni sem þú tala við. Þú veist bara alltaf pirraður eftir samtalið. Þú veist, það var Fríða frænka sem er bara, hvenær ætlarðu að koma að gera við tjaldvagnin og svo alveg bara eftir samtalið og hún hringir 3 í viku og þú getur stundu bara séð samhengið, það er ekki flóknar en það en það er oft, þú veist, erfitt að finna út hvað er það nákvæmlega sem hangir aðeins saman og bara svona fínbúsa hluti ef ég viðkomi fyrir eitthvað svona andlega helsi svona svefnin stundum svona viðkomi hjá mér, það er svona eins og gera eins og litlu börnin, það er á rútinu og ég get ekki hort á þessu hryllingsmynd og annir fyrir að sofa og fyrir alltaf full og ég get ekki verið í e-maili eða vera að vinna mjög seint, þá fyrir hausinn á fullu svo var ég að lenda hérna í Íslandi og með senkun á flugi og millilending og þá vissi ég sko, mér langaði mest að fá mér hamburger og bjór því ég lendi ekki góð ákvörðun fyrir mig stutt skokk fara í Vesturbælaugina miklu betra þá mun ég sofa betur og að því ég er aðeins með þá smá viðkomur varandi svefnrútínunar þannig að bara fínt að vera aðeins meðvitaður sjálfan sig varandi það svefn er einfaldar en hitt en já, mikilvægt oft með þessa hluti og eins og þú segir sko geta staldra við í augnablikinu hann að þú langar í bjór og hamborgara en það væri betra fyrir mig að því að við komum fyrir svefninum að velja Vesturbælaugina, skilurðu? Já. Að geta tekið þennan sko sami við sjálfa sig í augnablikinu af þessu því að þú veist það er miklu þægilega og auðveldur að fara bara í hamborgara og bjór heldur en að fara í Vesturbælaugina. Einmitt og skilja sig sko, það er senkun á flugi, breyting og við veist að taka 3 flug. Já. Og svo svona smá pirringur svo að reyna að nýta tíman með að vinna og Wi-Fi-ið í vélinn er ekki nógu gott ég fæ ekki einu svona nýtt tíman til að gera eitthvað gaglegt og svo að reyna að hlusta á hljóðbók og flæra og svo ég held að þú kannski smá svona pirringur líkamann og svo þú lendir hvað er líkamann að segja að gera þá short time pleasure, eða ekki af hverju, ef þið flugið bara verið beint og gengið vel, mér er ekkert langaði bjór og hamborgara í lendi þannig að þarna er það sem heilin er að segja mér að fáið bjór en já, ég verður að passa mig það er kannski ekki best ákvörðun sem ég gerir Nei, en það ekki bara því að þú er búin að vera í þessu argæst alltaf daginn þá kemur tilfinningan að taka meira yfir líka þá slöknar aðeins á rökusinu sem getur hugsað fram í tíman og þá fer maður meira stórnast á tilfinningum en að geta gripið þann inn í Jú, einmitt, og smá pirringur eða eitthvað þá sem herri, já, skilja að fá mig bjór bara hamborgara, búið að vera smá pirringur í koppnum 3 flug og allt þetta og ná ekki að nýta daginn og vel já, ok, er heilin kannski bara að segja sko
fáðu þér nú eitthvað pleasure því þú átt að skilja algjörlega, L'Oreal because you deserve it þannig algjörlega. en fínt bara og svo það algjörlega með sama með allt annað ef fólk í streitu mikið streitu og þú sækist í eitthvað til að stjórna streitinu það sem þú sækist í er ekki alltaf besta fyrir þig mjög auðvelt að sjá að bjórinn er ekki góður eða sætindi, en svo fullt annað sem fólk sækir í sem heldur ekki gott sem minna augljóst þannig að þetta er gaman að tala þetta er svona nördatal sálfræði nördatal það er bara gaman maður, hann lítur að vera einhver sem nennir að hlusta en búið reyndislegt að tala við ykkur fallega gert að nota svo yndislegt orð nákvæmlega sömulegis, bara rosa gaman og gangi þér bara áfram vel með að vera nýsköpunar sálfræðingur, geta það ekki verið nýtt orð? Jú, ekkert mál ég skal verði ekki setja undir því það ekki, jú, en gangi vel með það og ég veit að þú spilar mikilvægt hlutverk í þessu lífi, þannig að ég bara fulla að trúa þér og gangi þér útrúlega vel. Takk að kærlega fyrir Beggi og sömulegis.